Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að fjalla aðeins sjómannadaginn og svona tengt sjómennsku því að hann jú helgina og því viðeigandi að fjalla aðeins sjómennsku. Ég fengið 2 herramenn til mín sem að tengjast svo sannarlega sjómennsku. Verið velkomin. Já, takk fyrir. Kannski byrjum við bara aðeins á þér, Konráð, bara sjómannslífið og starfið í dag. Hvernig staða stéttarinnar kannski? Sko, það nú kannski svolítið erfitt að svara því. Ef þú varst að tala launalega séð, þá hún ágætt. Já. Það alveg klárt mál, en við höfum búin að vera án kjarasamnings í 4,5 ár tæplega og það hefur nú ekki farið hátt það í öllum þessum darraðadansi sem búin að vera í kjaramálum landsmanna. Sýnir bara hvað sjómenn eru þolinmóðir og stiltir strákar sko og konur, það nú að fjölga konum í stéttinni. En þetta svona, það ágætt í staða í sjálfum sér. Það er eins og ég segi, launalega eru menn að hafa það alveg ágætt, flestir. Og þannig að það mjög gott, en þetta kjaralega öðru leyti sko, varðandi kjarasamningin sem slíkan, þá náttúrulega bara við erum að bíða eftir lögum frá Alþingi fyrirsjáanleikann og framtíðina, þannig að útgerðin hafi eitthvað til þess að byggja á til framtíðar, viti hver framtíðin það hefur gengið illa og eins og allir landsmenn þekkja og rifist þetta stöðugt reglulega á Alþingi og þetta kemur ekki enn, þannig að við bíðum með það þolinmóðir. En sjómenn svona almennt virðast líka, sérstaklega í tengslu við sjómannadaginn, vera náttúrulega samhentur hópur svona fyrir utan kjaramálin og þá þetta svona stétt sem hefur svolítið sérstöðu. Það rétt upplifun eða? Já, að mörgu leyti það. Við náttúrulega við höfum lifað á þessu gegnum tíðina og sjómenn ná náttúrulega mjög vel saman út á sjó. Þetta nú þessum stóru skipum, þá verður lengi úti og þetta skapar samstöðu og annað slíkt sko. Þannig að auðvitað standa menn vel saman. Það ekkert hægt að segja neitt annað sko. En það nú ekki mikið að vera svo sem á sjómannadagi núna hér, allavega hér í Eyjafirðinum. Það íþróttafélagið Þór að fagna 100 ára afmæli á sama tíma og vorum einmitt að ræða við það félag hérna rétt áðan. En þið Steini, þið allir nú samt að gera eitthvað í tilefni dagsins, þið félagar og hún öðrum? Já, við ætlum að sigla, að safna saman bátunum við bótina. Þeir hafa sýnt verulega áhuga á því og það hefur oft verið upp undir 40 bátar sem að fara í hópsiglingu inn á poll og taka vel þátt í því og síðan bjóðum við upp á 2 siglingar, 2 eða 3 ára, eftir í hvað verður mikil ásókn í það að sigla hérna svona skemmtisiglingu með fólk. Það í boði Akureyrarstofu og svo ætlum við að sjósetja 65 ára gamlan bát sem við gerðum upp í vetur, árabát, sem verður svona við hliðina á húna og svona sem skraut. Gaman að því að gefa gömlum bát nýtt líf. En það næstu því eins og, bara fiskidagurinn Miklis í orðin, þessi stóra sjávarútvegshátíð frekar en sjómannadagurinn. Sjómannadagurinn eitthvað að lognast út á? Nei, alls ekki. Hann alls ekki að lognast út á. Það langur vegur frá því. Það hafa verið undangengin ár, hefur verið mikil hátíð hérna á Akureyri, þökk sé strákum duglegustu sjómönnum sem hafa haldið vel utan það. En því miður að þá datt hann upp fyrir núna vegna þeirra annað, þeir eru út á sjó og þetta svona því miður datt upp fyrir núna þetta árið en við göngum bara tíaldi til verks fyrir næsta ár sko. Ekki bara láta Þórsarann að sjá sjómannadaginn sjómenn geta kannski bara í einu sinni bara mætt í veisluna að vinna mikið. Jú, auðvitað mæta sjómenn í veisluna þarna út frá. Mér finnst það ekki spurning. Og mér langar líka kannski aðeins þess að minna á það að Slysavarnadeild kvenna hérna á Akureyri það eru ungar konur hérna sem að reyna að endurreisa þessa deild. Og við allavega sem eldri munum við eftir kaffinu sem voru alltaf með á sjómannadaginn á Hótel Kea og það bara fóru menn inn og drukku kaffi og borguðu fyrir sig og þetta var skyldumæting. Núna eru þær að fara á stað með þetta og þær ætla að fara að selja merki sjómannadagsins sem við eigum hér. Við eigum sérstakt merki hérna. Það til merki fyrir sunnan, merki sjómannadagsins þar og við eigum hér líka okkar merki og þær ætla að fara að selja það núna sjómannahelgina. Og út að Þórssvæði vonandi og við húna þegar fólki verið að koma þar og vonandi verið fólk merkt
kaupið þetta merki af sveitinni til þess að styrkja, þær fá allan ágóða. Við látum prenta merkið í Sjómannafélagið og gefum þeim það og þær hirða síðan ágóðan og gera vonandi eitthvað gott fyrir það, sem ég efast ekki um. Já, það er alveg víst að það verður eitthvað gott úr því. En er ekki bara að gera, Steini, að hvetja fólk til þess að mæta og taka þátt í öllu sem er boðið helgina? Ég held það og það var náttúrulega leitt að þessi hátíð, laugardagshátíð skildi falla niður. Við skiljum alveg ástæðuna fyrir því. En það er bara mjög gaman að mæta á svæðið og fylgjast með hópsiglingunni og sjá bátana og taka þátt í þessu svona sýna sig og sjá aðra. Sjómannadagurinn verður vonandi áfram. Ég vona það, þetta er... Hann verður það sem með hann er bundinn í lögum. Já, hann er bundinn í lögum. Já, þannig að hann verður áfram og við reynum að halda eitthvað upp á hann. Og hérna, mér finnst ekki endilega svo nauðsynlegt að það sé eitthvað óskaplega mikið húllumhæ, heldur að dagurinn sé svolítið hátíðlegur. Þetta byrjar með því að við flöggum og síðan er það messa á báðum kirkjónum, lagður blómsigur að minnisvarðan týnda og drukknaða sjómenn við Glerárkirkju. Korter yfir 12, þannig að gestir Akureyrarkirkju hafa tíma til að koma út heitir og vera við. Já, einmitt. Nákvæmlega. Yndislegt, takk fyrir að koma og spjalla við mig. Við ætlum að halda áfram að fjalla eins sjómannadaginn og næst ætlum við að skipta yfir til hennar Margrétar Blöndal sem er bara í Þorlákshöfn.